Góðan daginn, góðan daginn, eða þannig hér, góðan daginn og velkomin á live með Aram og núna verður þetta, skal ég segja ykkur, með breyttara sniði. Nú eru fréttir, hvað viljum við og hvað ætlið að kjósa og er að reyna að koma þessu svolítið svona áleiðis til ykkar og það sem ég vill og eiginlega bara þið bara skiljið að við þurfum að hugsa núna til framtíðar og það sem ég vill tala það eru kosningarnar. Þá er ég að tala alla flokkana. Það er flokkur fólksins, Vinstri grænn, Sjálfstæðisflokkurinn, Miðflokkurinn og Framsókn og hvað og hvað. Núna þurfið þið að hugsa og hlusta vel hvað þau að bjóða fram og hvað þau að segja. Og núna skulum við öll kjósa með innsæðinu. Hvað er best fyrir okkur? Þú veist, við þurfum að snúa okkur þannig. Þessir, þeir sem að bjóða sig fram, þeir eru að hugsa sinn eigin hag. En við þurfum að hugsa okkar hag. Þannig að ekki hlusta og láta tálbeita ykkur, tæla og segja, þú veist, hvað þau vilja. Því að við erum landið og við viljum réttlæti. Við viljum til dæmis láta breyta stjórnarskránni og þá eigum við að einblína á það að við sem þjóð, hvað við viljum. Það má breyta, þessi stjórnarskrá er úrelt, það má breyta lagalega séð allt, þú veist. Það sko, já, Píratar eru líka og hvað við viljum og við viljum hafa málfrelsi. Ég vill það, ég tala bara fyrir mig. Ég vill afglæpa væða Ísland með því að löglega kannabis í gegnum svona 21, svona svipað í Kaliforníu og Colorado og það. Og þú þarft að vera 21 út af því að þú annars bara eyðileggur þetta heilan. Og núna skuluð þið hugsa, þú veist, allt þetta sem þau eru að lofa núna í fréttum að ekki taka marka á þessu öllu. Og þegar núna skuluð þið googla hvað þau lofuðu síðustu kosningum þegar að þú veist. Og núna eru að vinna svo hratt að reyna að klára þetta og þetta og þetta, að reyna að koma með eitthvað mál, þú veist, sem þau geta sagt, ég gerði þetta, þetta og þetta og þetta, en núna bara, þú veist, við veitum hvernig stjórnmálin eru. Við bara þurfum að þú veist, já, núna þurfum við að bara að googla og sjá öll loforðin og allt þetta. Ég var í flokki fólksins og ég get sagt þér það að það sem ég upplifði að það var bara einræðisherra. Hún hugsaði bara sjálfan sig, hún talaði bara í símann, hugsaði bara sjálfan sig og lét okkur vinna skítinn. Og ég fór
í kringum allt Suðurlandið og það voru allir brjálaðar, það voru engin sáttir. Ég var í 13. sæti minni mig og þannig að passa vel, það er föstudagur 13. á morgun, þannig að þetta er komið beint í loftið og ég fæ örugglega skítkast frá henni Ingu Sæland, en hún á það líka skilið, hún er örugglega búin að henda mér út á Facebook og allt það, hún hendir öllum út á Facebook ef þú hefur eitthvað, ef þú segir eitthvað, það er hent út af flokknum sko. Og ég er með vitni og búin að láta reka til dæmis mannin, þú veist, þetta er bara hræðilegt bara, þú veist, en það er ekki bara þessi flokkur sem er svona, það eru allir flokkarnir sem hugsa bara raskati á sjálfum sér og eru að keppast það að vinna og reyna að stjórna landinu og reyna að græða sjálfur. Þú veist, þetta fólk er ekki að hugsa að bjarga okkur eða hugsa allt landið í heild. Þú veist, við verðum að, þú veist, núna er ég ekki dipló, núna fer ég bara með þetta alveg og þetta er bara ferkantað. Það er engin ringur sko, það er allt eða ekkert sko. Og maður þarf að hugsa af hverju væri til að sjá þig inn á þingi, Ísland væri betri staður. Ó já, ég væri mjög góð þingmaður, ég veit það, ég veit alveg hvað þjóðin þarf. Þjóðin þarf betri heilsu, betri menntun, en í rauninni er þetta orðið þannig að þú þarft ekki að vera gáðar, þú fer bara í tölvuna og Google og þú ert bara orðið menntaður, bara sjálfmenntaður. En það sem ég vil koma að, það er bara þið og unga fólkið að kjósa. Googla vel, ég meina hann TH, hann hafa búið að stroka allt út, history, af honum í Google. Hann það var það fyrsta sem hann gerði, það var að stroka út þannig að þú getur ekki googlað hann lengur, nema bara þetta forsetaembætti sem hann stjórnar og sem þið kursu, en í rauninni kausi hann líka át af því að ég vildi ekkert fá Franklín af því að ég sá að þetta var bara einhver skrýpalingur og bara að fá athygli. Og endilega kommentið þið sem að horfa á og segja mér bara gjörsamlega hvað þið viljið og það sem ég að gleyma og þú veist bara öll loforðin núna á síðustu stundu eru að reyna að standa við ykkur loforð, þú veist, ok, þau eru að gera bara vegaframkvæmdir. Mér persónulega, mér líkar ágætlega við Sigurð út af því að hann er svona sveitadurkur og það er eitthvað sem að sér í fólki. Ég persónulega myndi vilja kjósa fólk en ekki flokka. Ég vil líka láta breyta því að fólk sem er sett í örorku að það fái að komast af bótum, reyna að brúa þar á milli að það geti farið af bótum og farið að vinna, þú veist. En það er bara ekkert, þú veist, í lögum, það mátti ekki vinna út af og þess vegna þá kemur stjórnarskráin sem við þurfum að fara að láta laga
og bara gjöra svo vel að laga hana undir eins. Út af því að lögin ekki, þau eru svolítið svona sko. Jafnrétti, það á alltaf að vera til staðar og svona málfrelsi vill ég hafa og ég vill ekki sjá svona einhverja svona haturs lögreglu inn á miðlum út af því að ef maður getur ekki tjáð sig, hvað getum við gert þá? Þá ekkert lýðræði. Maður verður að fá að tala og hafa sína skoðun. Maður vill fá að tala og lýðræði, það tungan okkar. Ég tala íslensku alltaf á YouTube út af því að ég veit að það á eftir að koma texti En það svo margt sem ég vill segja ykkur og á eftir að segja ykkur og bara númer 1, 2 og 3 núna að googla út af því að það að fara að koma kosningar núna 2021 og sjá öll loforðin og bara sjá loforðin, sjá hvað þau eru búin að svíkja ár eftir ár eftir ár eða kosningar eftir kosningar og þetta og mér fannst frábært Helgi, ég elskaði í Pírötum þegar þú hljóðst og hvar ertu núna? Þú ert fínn. Mér finnst hann vera mjög gáfar, hann mjög gáfar og allir hafa sinn kost og galla og bara núna bara vona ég bara að við bara fyrir að hugsa fólkið okkar, gamla fólkið okkar, þú veist, sem þarf að og fær ekki viðeigandi, þú veist, stofnanir. Það þarf líka þessi spítali, hann verður að reisa hann upp, við vitum það þarf betra, við viljum fá læknana hingað til landsins aftur og ég myndi vilja fá svona, ef ég, þú veist, ég myndi vilja hafa svona Harvard, bara háskóla á Íslandi, það sem bara, þú veist, boðið öllum í heiminum í skóla þá myndu fá miklu meiri peninga og læknisfræði og miklu betri völd samband við eins og núna erum við að fá sem betur fyrir þessi bóluefni, núna lyftist hjartað hjá mér og við erum búin að tryggja að við fáum það vonandi sem fyrst og númer 1, 2 og 3, við erum búin að læra af þessu COVID og núna skulum við, þú veist, engi fordómar gagnvart neinum, það kostar ekkert að brosa og núna skulum öll standa saman. Ég elska ykkur og á eftir að vera með fréttamiðil núna á live og við bara stöndum saman. Það bara, þú veist, núna ég bara ekki við tölvi núna nema við þessa og þá myndi ég googla þetta allt og bara þið myndi sjá alla sannleikann og já, hann númer 1, 2 og 3 byrja að googla núna alveg öll loforðin og allt þetta og öll svikin og og hvert peningarnir hafa farið. Amen.